Lárus Jónsson, þjálfari Þórs. Talaðu stundum það að þessi koma úrslita stundu. Það má segja að allir leikir í efstu deild séu úrslita leikir. En leikur á morgun gegn Grindavík í raun dálítið stór úrslita leikur. Já, þetta bara bikarleikur fyrir okkur. Þetta bara þannig að við erum bara konum með bakið upp í vegg og þurfum að ýta frá okkur og vinna leikinn á morgun. Hvernig að peppa strákana upp? Þetta fór nú ekki alveg eins og við ætluðum síðast á móti Val. Hvernig gengur að peppa upp í leikinn á morgun? Bara ágætlega. Ég held að þessi bara spenntir að sýna hvað í þeim býr eftir að leikurinn síðast á móti Val. Ég held að spennustigið hafi kannski bara verið aðeins svo hátt og þar af leiðandi náðu menn ekki að sýna sitt rétt andlit. Þráttur að við höfum bara barist mjög vel og það var ekkert að því allan leikin. Hvernig liði Grindavík? Hvernig leik megum við búast við á morgun? Grindavík hefur verið upp og niður í vetur. Þeir eru með alveg rosalega hæfileikaríka leikmenn og þeir eru með náttúrulega bara einn besta leikmann í deildinni, Sigtrygg, og svo eru þeir með svona hjartaðliðinu þeirra Óli og Sigtryggur er svona leikmaður sem getur bara tekið yfir leikinn þegar hann sýnist. Svo eru þeir með Valdas og Settli Day. Þannig að þetta er bara rosalega vel mannalið sem að getur unnið öll í deildinni þegar þannig svo gállin er á þeim og svo geta líka bara tapað fyrir öllum. Þannig að á morgun þurfa okkar menn að hitta á góðan dag, bara toppleik til þess að ná í sigur. Já, þeir þurfa bara að leggja sér alla fram og kannski þráttur að sé mikið undir í okkur að njóta þess bara að spila körfubolta og til þess að vinna leikinn þurfum við bara solid leik. Við þurfum ekkert að eiga einhvern besta leik lífs okkar, við þurfum bara að spila góðan körfuboltaleik. Og hann er bara þannig upplegg þannig að geti skilað í besta leik lífsins. Já, í rauninni bara förum við bara yfir núna síðustu aðeins fyrir leik hvað við ætlum að stoppa Grindavík í og svo bara sjáum við til á morgun hvernig það skila sér en allavega vona ég að strákarnir komi og selji sér rosalega dýrt í síðasta heimaleiknum í vetur. Númer 1 og 3 að vera ekki yfirspenntir eins og kannski þeir hafi verið á móti Val þannig að þeir komið svona passlega kæruleysi til leiks. Já, ég held að það sé erfitt að vera yfirspenntur 2 leiki í röð. En Lalli, ég get nú ekki, ég hafa látið líða að nefnast að skrítjástand í þjóðfélaginu. Venjulega segjum við hvetjum fólk til að fjölmenna, þetta er svolítið skrítið en við viljum auðvitað fá fólk í höllina. Verðum við ekki samt að senda öllu þessu snurripönnu þós að hvetja til að koma en sýna þessari blessaðri COVID-veru virðingu og fara gætilega í öllu. Já, bara allir að sýna aðgátt, auðvitað hvetja allir til að koma og bara ekki segja bara núna að bara allir koma sem að vilja koma. Já. Og umfram allt að vera bara sleppa öllu óþarfa knúsi og fíblalátum og vera bara að sýna þessu virðingu og sleppa vel frá þessu. Já, bara koma og hvetja strákana og eiga gott kvöld saman. Lali, gangi ykkur vel. Takk.